Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl. Við ætlum að kanna á meðal almennings hvað þeim þykir valdbeitingar lögreglu, en eins og við höfum fjallað á samstöðinni og hefur verið fjallað núna var aðalmeðferð í máli nýmenningana sem að kærðu ríkið vegna lögregluofbeldis eða meint lögregluofbeldis, þar sem þeim þótti lögregla fara frekar harkalega fram. Nú rétti þessu þá skall á þessi gríðar mikla snjókoma, þannig að ég ætla nú bara að hlaupa hérna inn á næsta kaffihús og athuga hvort að ég finn ekki bara einhverja sem að eru tilbúnir til þess að svara þeirri spurningu, hvort að þeir telji og þau telji að lögregla hafi beitt of miklu offorsi í þessu tiltekna máli og hvort að það svona kunni að hafa eða skaða í raun það traust sem fólk ber til lögreglu. Við skulum sjá hvað fólk hefur að segja. Segja mér hvað þú heitir? Karl Þorsteinn Stelbrún. Karl, segðu mér hvað finnst þér valdbeitingu lögreglu svona með tilliti til Skuggasunds en svona almennt gegn mótmælandum? Bara, þú veist, algjörlega óþörf ef að mótmælin eru róleg, eða þú veist, já, og ekki ofbeldisfull, þá skil ég ekki alveg akkur eftir að vera að beita mótmælendur ofbeldi, sko. Já, punktur. Já, finnst þér svona af því sem þú hefur séð mótmælin í Skuggasundi að lögregla hafa kannski brugðist of harkalega við? Já. Einfalt, takk fyrir þetta. Ég byrjar á að segja mig hvað þið heitir. Heiti Sigþór. Sigþór, finnst þér lögregla hafa beitt of miklu valdi gegn mótmælendum í Skuggasundi? Já, mér finnst það ekki réttlátt, það sem er. Nei, en á hverju byggir þetta? Hefur þið séð myndefni? Já, ég hef hort á það. Fannst það fullgróft. Finnst þér áhyggjuefni svona fyrir mótmælendur og fólk sem að vill viðra skoðanir sínar opinberlega að lögregla gangi fram með þessum hætti? Já, mér finnst það. Mér finnst það ekki, það er alltaf bara partur af lýðræði að fá að mótmæla og gera það friðsamlega, en já, lögreglan gekk aðeins og langt fannst mér. Takk fyrir þetta. Ég ætla að byrja því að spyrja þig hvað þú heitir? Ásta. Sæl Ásta. Segð mér, finnst þér að lögregla hafi beitt of miklu eða bara hæfilegu valdi við Skuggasundsmótmælin? Nú var ég þarna og ég verð bara því miður að segja að þetta var bara út í hött of mikið, því miður. Og það sem þau voru að hrópa og kalla, það er bara af þeirra stétt hefur ég ekki verið að segja það. Og þú veist, já, of mikið. Alltaf mikið. Og finnst þér þú bera minna traust eða til lögreglu eftir þetta? Ég veit það nú ekki. Frekar bara svona til einstakra manneskja, þú veist, í starfinu sem ætti ekki verið þar. Ekki eitthvað lögreglunar í heildina, bara nokkra manneskju sem bara eigi ekki verið lögreglumenn, held ég. Takk fyrir þetta. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn, í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti Rafræn miðstöð. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.